Já, komið sæl. Það er ákveðin pattstaða í veðrinu hjá okkur. Það er mjög svona ákveðin austlæg átti yfir landinu. Var það í dag og verður einnig næstu daga. Svo sem gefur á sig svona sæmilegan hita og hnúka þeir að því verðist. Hiti náði hæst í tæp 11 stig í Skaftafelli í dag. En svo var einnig að finna staði á landinu þar sem var meira og minna frost allan daginn en náði aldrei að hlána. En í stóru myndina þá erum við með þessar lægðir hér suður í hafi og það er svona að halda áfram að hringsóla þar slóðir og litla sem enga breytingar hér hjá okkur nema þá að það er svona aðeins ætlar að verða ákafari vindur hjá okkur á morgun og en að öðru leyti svona skýja og úrkomu fara, það verður áfram á svipuðum nótum. Ef eitthvað er þá sjáum við að þessar lægðir að bera hér að hlýra loft vestur yfir landið og er einnig lítið svo sem að breytast hjá okkur og kannski þessi gula sleikja færist aðeins nær á morgun. En síðan ætlar eilítið kaldara loft að ná inn á norðurströndina þegar líður á morgundaginn. Og við sjáum að það var bjartur himinn hér suðvestan og vestanlands klukkan 19 í dag, skýjað norð að öðru leyti og slitrótt úrkoma á norðausturhorninu og fyrst og fremst sem og á ströndum. Og þetta er nú svona búið að vera svona meginmyndin að undanförnu og verður kannski meginmyndin hjá okkur næstu daga. Og við sjáum að það er svo sem lítið að breytast fram á morgundaginn hjá okkur. Getur svona dregið fyrir öðru hvoru hér vestan til skamma hríð en klukkan 14 á morgun þá verður staðan á þessa leið. Við sjáum að á láglendi þá er hiti yfirleitt yfir núllinu þó sé ekki nema nokkur gráðum yfir núllinu norðan og austanlands þá er hann að fara í sennilega svipaðar tölur hér sunnan til á morgun þar sem hámarkshitin verði þetta 8 til 10 stig. Og meira mun og bjart á suðvestur og vestur horninu. Síðan sem við sjáum með þessu vindatölunum hér að það er jafnvel storm hér með suðausturströndinni og allhvass vindur nokkuð víða í kringum landið. Kemur aðeins meiri rak inn í þetta þá á mánudagsmorgun og þá voru meira skýjað á landinu og jafnvel að úrkoman svona greinist víðar land eins og þetta ber með sér og hitatölur öðru lítið svona nokkuð áþekkar áfram við eitthvað 1-2 gráðum herri þá norðan til á landinu og frá mánudegi síðan og fram á þriðjudag þá verður helst þetta bara veður nokkuð áþekkt áfram en kemur síðan hér inn nokkuð ákafur úrkomubakki inn á suðurströndinu þá á þriðjudag og við sjáum að það getur rýnt nokkuð drjúgt þá hér á suðausturlandi sérstaklega getur staðbundið verið mikil úrkoma þar á ferð. En hitatölur áfram svipaðar sem og vindatölur. Og þetta ætlar að verða síðan áfram nokkuð svipað þá hjá okkur á miðvikudaginn eins og sjá hér þó gæti bakki komið hér inn á suðvesturhorn landsins og gefið þessar úrkomu til að mynda á höfuðborgarsvæðinu en þetta sennilega það hlýtt að þetta þá rigning. En í Evrópu þá hefur svona verið undanfarna daga nokkuð svona óstöðu tíð á Bretlandseyjum og jafnvel víðar í Skandinavíu. Háþrýstisvæði þegar við komum hér austar skil að sigla hér til austurs yfir Evrópu, rignir til að mynda í París á morgun þó í 14 stigi hita. En hvað var það Íberíuskagann og þá er ágætisveður hér í austurhlutanum 20-24 stigi hiti en skúraleiðingar þegar vestardrifur það að segja í Portugal. Sólríkt að mestu leyti á Kanaríeyjum á morgun og hiti getur verið að fara þetta í 27 stig, svona hámarkshiti dagsins. Og síðan í Norður-Ameríku þá er svo sem ekki mikið svona afgerandi veðrakerfi 20 stigi hita hér suður við Mexíkóflóa, kalt í Kanada og til að mynda Winnipeg 17 stiga frost samkvæmt spá kanadísku veðurstofunnar. En hvað var að veðri hjá okkur að þá verður stíf austalátt hjá okkur næstu daga og góðir strengir og nokkuð ákafir. Úrkomuna fyrst og fremst að finna það á norðausturhorninu sem og með norðurströndinni. En við skulum setja gott að verið sæl.